kemur á útlendingamálum, þá held ég sko að þjóðin sé það er kannski einhver 5% annað sem vilja opna allt gersamlega upp á gátt, og svo er einhver 10% kannski sem vilja alveg lok og læs og vera og jafnvel einhverju þar sem vilja bara vera svolítið vondir við útlendinga sko. Mikill meirihluti þjóðanna vill bara að við höfum kontról á þessum málum, að stjórnvöld séu vakandi, að við pössum upp á landamærin, pössum að kostnaður til dæmis í verndarkerfinu fari ekki upp böndunum, pössum að við séum ekki að byggja hagkerfið okkar á sko innflutningi á láglauna vinnuafli í massavís, að við séum ekki að flytja stéttaskiptingu inn til landsins. Ég held að mjög stór hluti þjóðarinnar sé bara svona nokkurnu einn á sömu línu hvað þessa málaflokka varðar sko. Já. Og maður finnur einmitt bara hvað Þorbjörg Sigríður er duglega að taka á þessum málum af svona ábyrgð og festu af að hafa kontról á þessum hlutum. Já, ég heldur reyndar sko að til dæmis hælisleitendakerfinu verði lokað út af því að það er bara pólitískur óumflýjanleiki, og ég held að muni gerast meira þess að þessu kjörtímabili þar sem að Þorbjörg Sigríður mun horfast í augu við viðhorfsbreytingu sem að hefur orðið. Það sem ég er einmitt svo ánægður með Þorbjörgu sko, er að öll umræða útlendingamál á síðustu árum hefur hverfst svo mikið bara þennan litla hluta af innflytjendamálum sem er verndarkerfið sko, sem er alþjóðleg vernd, og Kristrún auðvitað svolítið opnaði þessa umræðu sko, fór að tala útlendingamálinu miklu stærra samhengi út frá atvinnustefnu, út frá því að það sé ekki endilega sjálfsagt að byggja hagkerfið okkar og vöxt þess á því að shippa inn láglauna vinnuafli og þannig að sem hefur meira að segja valdið bara hagvöxtur á mann hefur staðið í stað sko árabil. Þannig að Kristrún svolítið opnaði þessa umræðu og núna erum við einmitt komið með ríkisstjórn sem er að horfa og taka utan útlendingamálin á miklu breiðari grunni heldur en áður hefur verið gert. Og Þorbjörg Sigríður lét vinna þessa greiningu á dvalarleyfakerfinu og kemur í ljós að þar hefur bara verið rekin ákveðin svona opingáttar stefna sem er ekki sjálfbær eða skynsamleg til lengdar, og þar verður ákveðnum glufum lokað eins þegar kemur að verndarkerfinu 18 mánaða reglunni sem verður skrúfað loksins fyrir. Þannig að og leiður við að móta okkur atvinnustefnu sem snýst að auðvitað halda áfram að við viljum að sé áfram rekin sterk ferðaþjónusta á Íslandi. Ferðaþjónustan er bara grundvallar atvinnugrein sem hefur einmitt þjónað sem svona sjálfsprottin byggðastefna sko fyrir mörg svæði á landinu, en að við viljum kannski fyrst og fremst sko þegar við erum að horfa á vöxt á næstu árum, horfa til svona greina sem eru háframleiðinni greinar, þar sem framleiðinni er meiri heldur en gengur og gerist í hagkerfinu. Að við viljum horfa á orkufrekan iðnað, horfa á hugverka iðnaðinn,